Komið sæl og verið velkomin í þessa aðventustund frá Vídalínskirkju á fyrsta sunnudegi í aðventu. Verkið sem við heyrðum rétt í þessu er úr kantötu nr. 147 eftir Jóhann Sebastian Bach við texta Valdimars Briem, Sláð þú hjartans hörpu strengi. En það var Peter Tompkins sem lék á óbóið. Í mínum huga er óbó einkennis hljóðfæri aðventunar og mér finnst aðventan byrjuð þegar ég heyri þetta verk eftir Bach. Það tilheyrir einnig aðventunni að hlusta á fallega tónlist, sérstaklega eftir Bach. Þessi stund markar upphaf aðventunar og því er gott að spyrja sig, hvað er aðventan fyrir mér eða hvað er aðventan fyrir þér? Aðventan í mínum huga er tími kærleikans, því þó að í desember sé jafnan mikið stress, mikið að gera, þá eru jú allir innst inni, þegar grannt er skoðað, að hugsa náungana, hugsa þá sem næst þeim standa, þeir eru að leita gjöfum og einhverju til að gleðja þá sem í kringu þá eru. Ef ekki með gjöfum þá með hlýjum jólakveðum og svo þegar jólin sjálf renna upp, að þá er það í mínum huga stærsta stund kærleikans í hverri fjölskyldu. Því að fólk situr jú saman í ró og næði, borðar, hlusta yfir á jólamessuna og gefur hvort öðru gjafir og hlýjan hug. Það sem mér finnst dýrmætast við aðventuna er jólabaksturinn, fjölskyldan og bara að syngja jólalögin í kórnum. Aðventan fyrir mér er samverustundir með fólkinu mínu, bakstur með börnunum mínum og kertaljós. Aðventan fyrir mér er svolítið að reyna að núllstilla mig og einbeita mér því sem skiptir mestu máli. Og það eru börnin mín og hjónabandið, fjölskyldan mín. Ég reyna að hafa það í fyrsta sæti þó að umhverfið sé að segja manni að kaupa og gera og alls konar. Ég reyna að einbeita mér því. Guð minn, ger mig að ljósbera sem færir ljós og birtu öðrum. Amen.